Æstökkur. Æfirðu körfubolta? Gabriel, komdu upp, við erum að fara. Amma er komin, ég þarf að fara. Ég var frábær og mikilvægur sigur á sterku Ungverjalandsliði. Hver á lykillinn að þessu? Já, við náttúrulega bara gríðarleg barátta og svo sóknarlega alveg ákveðni og við vorum tölum það eftir síðasta leikinn móti Portugal. Þá vorum við dálítið ragar í sókninni og þorðum ekki að taka skotin og vorum hikandi í öllum okkar aðgerðum. Núna bara frá fyrstu sekúndu þá bara tóku þær skotið þegar voru fríar, það sóttu á þær, voru bara rosalega grimmar og það hefnaðist mjög vel og það hefnaðist skiptingin á byrjunarliðinu hjá okkur. Við settum helinn í fjarkan og þær föttuðu það ekki að þegar hún var inni að hún poppaði út og fekk frí skot og þannig að það virkaði vel. Skotið fyrir utan, það er engin launung að þegar þau detta þá opnast allt fyrir liðið og það er svona auðveldar fyrir. Var það sem var að gerast í dag? Já, körfubolti þessu maður er oft segja. Ég er búinn að segja á öllum vídeófundum allt. Þetta er rosalega auðveldur leikur þegar maður hittur úr 3 stiga skotum. Þá er allt svo auðvelt, það opnast allt og vörnin þarf að koma utar og þá getum við sótt meira. Þegar þú ert ekki að hitta þá getur vörnin pakka miklu meira saman og þá verður þetta allt svona frekar leiðilegt og þröngt og mikið hnoð. En eins og ég segi bara, leið maður hittir þá er þetta auðvelt. Bjuggustu við kannski sterkari leik frá þessu ungverska liði eða voru það bara að spila á pari? Já, ég held bara að við höfum spilað gríðarlega vel og varnarlega höfum við lokað og við höfum svör við öllu þessum við vorum að gera og þannig að þær voru bara í vandræðum og við vissum það, við settum planið að við ætluðum ekki að gefa neitt eftir. Ef við fengjum 5 mínútur, þá fengjum 5 mínútur. Og það skipti engu máli hvort við fengjum 5 mínútur í fyrri hálfleik, 3. leikluta eða 4. leikluta, breytti engu. Við ætlum að gefa allt í þetta og við ætlum að ýta þeim út úr öllu stöðum og láta þær verið vandræðum. Við vissum það að nummer 14 að hún væri illa við að vera mikið fysikal á henni og við vorum það, þannig að við náðum að brjóta það sem þær eru sterkar í. Hópurinn eins og hann er núna, finnst þér að vera komið með svona bestu samsetninguna eða hvað? Já, ég meina við höfum verið að breyta liðunum eftir leikjum og það mun örugglega bara halda áfram. Við munum halda áfram að skoða og gefa fleirum séns og við hefum náttúrulega 3-4 gríðarlega sterkar 4 út í Bandaríkjunum og þannig að við eigum nóg inni og þannig að það er ekkert annað en bara bjart framöndan. Hvernig er þá prógramið hjá ykkur svona í þessum Evrópukeppninni á næstunni? Já, núna er bara hvíld og þær fara að einbeita sér að deildinni stelpurnar og ég hef nú ekki trú á öðru en að þetta gefi mikið búst inn í deildina og þannig að við sjáum hvar við erum stödd og þannig að þær bara einbeita sér að því og svo erum við að reyna að finna verkefni í sumar þar sem að við fáum sterka mótherja og þessi sigur hann hjálpar til við það að núna horfa liðin til okkar og vilja spila við okkur og þetta leið og fer að vinna á stóru liðin að þá gefur það aukna möguleika og þannig að þetta er ekki bara það sjálfsagt okkar eykst heldur að við fáum sterkar andstæðinga og það er það sem við viljum. Þú sér kannski fram á að liðið vilji kannski meira spila við ykkur til þess að spila við svona öðruvísi mótherja líkt og íslenska karlalið í Berlín það sem að við spilum óhefðbundinn bolta Já, alveg pottþétt og við sjáum það bara fyrir kannski 2 árum að þá í Norðurlandamótinu þá fannst Svíunum til dæmis og Finnunum ekkert varið það að koma í Norðurlandamót og fara að spila mútið einhverjum Íslendingum en eins og ég segi núna sjáum við það að þær eru bara ekkert með betra lið og þær þurfum við að taka þátt í Norðurlandamóti að það gefur þeim að þá fá þær hörku mótherja og þannig að þetta opnar fullt af möguleikum.